lokin þá ætla ég bara að fara aðeins yfir verkefni sem við vorum í og það er náttúrulega bara gott að horfa tilbaka og muna hvað við vorum að gera en í verkefni 1 þá vorum við bara að setja upp textaritil, búið til möppur og skrár og skrifa HTML. Munið hvað þetta var einfalt. Einfalt og gott verkefni. Síðan fórum við verkefni 2 þá fórum við aðeins að flækjast og meira, búið til nokkra síður, nota töflur, nota form, velja HTML element, nota AX validatorinn til þess að hugsa aðgengi. Það er svona tól sem hjálpar okkur við að sjá þó svo það sé ekki, það cover ekki allt, en það er mjög góð fyrsta skref. Og nota líka HTML validatorinn. Erum við að skrifa HTML okkar rétt? Erum við nokkuð að brjóta reglurnar sem eru inherent í spekknum og eru kannski ekki augljósar? Svo til dæmis að element má bara vera undir UL eða OL. Button má ekki innihalda arref má ekki innihalda button. Svo í verkefni 3 þá byrjum við að snerta á CSS og skoðum aðeins box-módelið, visual formatting módelið, position fixed, og maður að vinna með letur, ná í Google letur, setja upp liti, bakgrunna. Svo í verkefni 4, custom variables, við færðum hlutina yfir í variables, það sem var áður kannski út allt. Við notum Flexbox, þið annarkvort refactoruðu eða breyttu því sem þið voruð að vinna með áður eða notuðu sýnlaust frá mér. Þannig að þarna var þetta aftur einfalt en fór að verða flókið. Og síðan kom erfiðasta verkefnið, held ég, í þessum áfanga, sem er verkefni 5. Það sem er í rauninni þetta að taka saman pælinguna með responsive, með Flexbox og grid og layout og láta þetta allt dansa saman. Þó svo að þetta hafi verið ekkert það margar línur af CSS sem að breytast þarna á milli til þess að gera svona eins og sýnlausnin, hún uppfyllti það sem var. Það var eitthvað grid, 12 dálka grid, við vorum að fara inn í því og við vorum síðan inn í komponentunum okkar að birta hlutina rétt. Að þá er það, hvað það er og hvernig þetta allt hangir saman. Það er flókið. Og það er bara eitthvað sem að maður er lengi að læra og þeir eru bara rétt að byrja að plæja þessu. Og svo notum við líka svona nýri virkni sem var í að nota dark mode og light mode og þá var það að nota query til þess að sjá er verið að biðja það eða ekki. Svo verkefni 6, svo hefur við skilið við CSS og settum upp Node.js og NPM og Git og sóttum parcel, settum það upp, notum package.json, refactoruðum allt verkefni 5 í að vera sett upp með SAS og svona. Allt öðruvísi, en samt partur af þessu að vera að vinna í vegfortun er að vera með svona alls konar tól sem hjálpa okkur við eitthvað. Bildferli, setja upp í Git og láta þetta keyra og Netlify og eitthvað svona. Verkefni 7, einfalt jákvæmt verkefni en samt ekki. Læra að nota forritunarmálið, bara beint út í djúplaugina, nota fylki, nota objects, nota flæðistýringar og ítranir. Og svo verkefni 8, enn meira, nota DOM-ið, geta notað unni með þessi finna hluti, breyta þeim, eyða, búa þá til. Og svo verkefni 9, aftur, búa til hluti er núna búa til hluti út frá því að bíða eftir kalli í vefþjónustu. Taka við event frá notandanum sem er async, kalli í vefþjónustu sem er async, skilar okkur gögnum, villu eða bara bið og birta eitthvað meðan og þá klárum við. Þannig að þetta er svona marg skrefa. Þetta er svona, ég skrifa forrit og það er ekki bara að skrifa frá línu 1 og línu 10 og það er bara að lesa þetta niður. Þetta er alveg criss-cross event handler yfir í kalli API, yfir í villumeðhandlun, yfir í púsla þessu öllu saman og vinna með JSON. Og svo núna verkefni 10 sem að þeir eru að klára í þessari viku, seinasta verkefni, að gera eitthvað sem ykkur langar að gera. Og ég minni á það sem við fórum yfir þessum tíma, þetta getur bara verið mjög einfalt. Bara nýta þetta sem ég var að sýna ykkur þá og skoða þess hvað þetta er í raun, hvað það er að opnast fyrir ykkur stór heimur af vefforritun. Og hvað eru peppuð fyrir því að taka lokaprófið, klára hópverkefnið og mæta síðan aftur í vefforritun 2. Af því að vefforritun er besta forriturinn.